Jæja, þá skulum við halda áfram með þessa reglugerð og það sem ég ætla að fara í, það fyrst og fremst bara að sýna ykkur hvað í reglugerðinni. Þú voru að byrja á að kynna sjálfa þig. Margir veist að fólk þekkir þig. Fyrir það sem ekki vita, þá veit ég að Guðmundur Gunnarsson er yfirverkfræðingur á Mannvirkjastofnun og það svona það sem heitir fagstjóri eldvarna. En það sem ég ætla að fara í gegnum, það þessi kaflar, aðrir heldur en kaflar nr. 2 og 6 sem Ingibjörg fór að mestu leyti í og fara svona tiltölulega hratt yfir aðalega til að sýna ykkur bara hvað í reglugerðinni. Og þetta eru sem sagt svona mestu bara eins og maður segir lesaringar. Og markmiðið fór Ingibjörg í, þetta alveg samhljóðað við það sem í lögunum. En hérna í skilgreiningunum þá kemur eitt atriði hérna fram sem sótun. Við höfum ekki verið með neitt sem heitir sótun fram að þessu og þegar við erum að tala við kollega okkar á Norðurlöndunum þá þeir með 20–30% af öllum brunum og manntjónum út frá skorsteinum og öllu slíku og við höfum gett það alltaf farið okkur á brjóst og sagt að við séum ekki með þetta vandamál. En svona seinni árin þá erum við farin að fá töluvert mikið af brunum út frá reykrörum og eldstöðum. Við höfum verið að sjá kamínur sem eru bara hlaðnar óskaplega fínt upp að timburvegg og þegar búið að kynna þeim tvisvar þá kveikja þær í. Við höfum séð þetta á veitingahúsum að þessi eldstæði hafa duga vikuna vegna þess að þetta bara flísalagt á timburvegg og svo farið að grilla þar fyrir framan. Og menn eru að smíða reykrör úr loftstokkabliki, jafnvel bara með venjulegum loftstokkalásum, jafnvel spínórörum og þetta endist nákvæmlega ekki neitt. Og ég taldi þetta saman núna fyrir nokkrum árum síðan og þá sýndist mér að við værum að fá svona í kringum 10–15 bruna út frá reykrörum og slíkum. Yfirleitt út frá einhverju sem alveg galið. Við vorum eitt svolítið bruna út á Hótel Loftleiðum núna á daginn hérna fyrir ráðstefnuna þar sem einangrunin utan reykröri, það sást í bert eins og sagt og þar var skellt auðbrennanleg einangrun upp að. Og það gat náttúrulega ekki annað en byggnað í þessu með tímanum. Þannig að þetta atriði sem við höfum aðeins verið að vinna í því mikið sem eru óþarfa brunur. Og þessar kröfur til forráðamanna fór Ingibjörg í, þannig ég ætla að skröltast yfir þetta svona, eins og ég sáum mjög hratt. Eitt af því sem kemur fram þarna að eigandinn á að sjá það að brunavarnir eiga að vera og taka mið af starfseminni sem á hverjum tíma. Það vil segja ef hann að breyta eitthvað starfseminni þá þarf hann náttúrulega og ber hann ábyrgð á því að brunavarnirnar fylgi með. Við höfum dæmi iðnaðarhúsnæði sem breyttum starfsemi, hélt áfram að vera iðnaðarhúsnæði. Í staðinn fyrir að vera með þetta sem blikksmiður, þá var farið að steypa svona frauðplastskassa. Þetta var hvort ekki iðnaður, en þetta gerir náttúrulega alveg sitthvora kröfurnar til brunavarna. Þannig að eigandi þarf alltaf að fylgjast með því sem að ske í hans húsi. Þetta síðan í raun og bara smá tæknileg upptalning á því sem að eigandi þarf að fylgjast með. En hérna neðst á glærunni eitt ákvæði sem nýtt. Það í sambandi við öryggiskerfi og það þá allar gerðir af öryggiskerfi, ekki bara viðvörunarkerfin og úðakerfin og slíkt, heldur bara öll öryggiskerfi sem eru skilgreind þarna fram að í reglugerðinni, að þau eiga að vera tengt vaktstöð. Þetta var ekki í neinum reglum hérna áður fyrr og svona praktíserað á ýmsan máta. En
þegar er gerð krafa þessi kerfi þá hérna komið fram ákvæðum að þetta á að vera tengt. Og síðan geta menn kannski deilt gagnsemina í því í sumum tilvikum hversu mikið gagnsemi í því, en svona almennt þetta svona. En þetta var svona eitt af því sem kom fram í fyrirspurnandi áðan í sambandi við þessi hérna skoðunarmennina, að þeir eiga svona hafa svona ákveðna kunnáttu á byggingum, en öll svona tækni, kerfi og slíkt, þau eiga að vera skoðuð af aðilum með starfsleyfi. Það er að segja að venjulegur eldvarnaeftirlitsmaður, hann á ekkert að þurfa að hafa kunnáttu á úðakerfunum, viðvörunarkerfunum og öllu þessu, heldur á hann bara að ganga úr skuggum að það er þjónustaðil á þessum kerfum og þetta er skoðað reglulega. Það er ekki hægt að ætlast til þess að þessir eftirlitsmenn séu kunni allt. Ef við lesum gömlu brunareglugerðina frá 1908, þá sjáum við þar að sá sem að skoðar þar og líka frá 1791, þá kunnu menn allt. Það var ekkert svona, það var ekki svona vafi á því, þessi menn átt að kunna allt. Og þetta var svona, og við sjáum þetta líka í sambandi við byggingafulltrúum, þetta var bara Mr. Almighty sem var byggingafulltrú og kunni alla hluti. Þetta orðið svo löngu bara, eða þróunin bara komið langt fram úr þessum aðilum og þessir skoðunarmenn eiga í raun og veru bara að tekka á því að kunnáttumenn geri hlutum. Þeir eiga í raun og veru að, eins og ég sagði nú einhvern fyrir 20-30 ára síðan á einum svona fundi að ég myndi mælast með því að byggingafulltrúar væru bókasafnslærðir og þannig að þeir kynnu að hafa stjórn á pappírum og sjá hvað kæmi inn og gæti haka við að þetta væru réttu pappírarnir. Þeir þyrftu ekki að kunna allt. Og þá fór ég, eftir að ég hafa sagt þetta, fór ég í aðdáendaklúbb hjá vissum byggingafulltrúum og það þetta í ennþá. Þannig að hérna, en það er alveg hreint úti að menn eiga að kunna alla hluti. Og hérna kemur síðan aðeins svona meiri skerping á þessu í sambandi við svona brunaþéttingar og viðhalda brunahólfum í húsum og það kemur fram þarna líka í sambandi við ábyrgð eigandana að viðhalda alltaf þessari brunahólfum í húsunum. Að það er ekki leyfilegt að vera að rýra hana með nokkrum hætti. Og hérna komum við aðeins meira inn á þetta með reykháfana og svona sóthreinsun og slíkt. Og eitt af því sem er svona athyglisvert er að í þessari reglugerð erum við að tala um skorsteina en reykháfa í byggingarreglugerð. En við erum komin svona langleiðina með leiðbeiningar hreinsun á reykháfum og skorsteinum og getur vel verið að við myndum bæta inn í þetta líka aðeins ákvæðum í sambandi við þessa útsorgsstokka og svona frá eldunargræjum. Eins og til dæmis pizzuofnin sem var þarna, við erum búin að fá 2 tiltölulega stóra, eða annar tiltölulega stóran og hinn kannski lítinn bruna í sambandi við þessa pizzuofna og stokkana frá þeim. En hérna er þetta að koma svona leiðbeiningar þennan hlut. Og í þessari reglugerð kemur í raun og veru í sambandi við íbúðirnar og skilgreining á slökkvitækjum og slíkt. Það sem að var í raun og veru þetta listandi eins og var í byggingarreglugerðinni áður en að það kom í ljós að unga fólki gat ekki byggt ódýrt niður í 101 Reykjavík, þá var tekið út þetta með 80 fermetrar á skynjara. Og enda sjáum við það að unga fólki allt flutt niður í miðbæi ódýrt húsnæði. Og síðan kemur hérna fram
ákvæði sem hefur oft verið kannski ekki deilur en svona mikil umræða. Það að þegar að vera að setja upp mannvirki til þess að gera krafu úðakerfi og einhver svona mikið vatnsmagn, þá hægt að vera með þetta áskilið í byggingarleyfunum. Þetta hefur verið gert hérna í nokkrum sveitarfélögum þar sem að menn hafa séð að vatnsveitan ræður ekki við úðakerfi í einhverjum húsum, að þá hefur það verið bara áskilið í byggingarleyfin að húseigandinn á bara sjálfur að sjá vatnsmálin. Samt er ekki mikið til dæmis að menn hafi sett upp tanka fyrir úðakerfi. Þetta á 2-3 stöðum á landinu. En hérna kemur, og það kemur aðeins annað ákvæði þetta eftir smá þessa hluti. Og hérna kemur aftur svona sem hægt að vera með áskilið í byggingarleyfinu. Það þegar að vera að setja kröfur að það séu starfsmenn með sem þjálfaðir í brunavörnum. Þetta náttúrulega fyrst og fremst fyrir svona stærri fyrirtæki eða sérstaklega stór iðnfyrirtæki, og þetta raun og bara greinin upp úr brunamálulögunum sem að setur þetta, og þetta til á nokkrum stöðum á landinu sem menn hafa gert þessa kröfu, en þetta er ekki mjög víða sem að þetta er. Fyrsta slökkvilið sem var sett á þennan átt, það var þegar að var byggt hans í Ísrael. Þetta er svona deilda út úr því. Og þetta með skipulag og verklag eiganda og forráðamanns, þessi sem sagt skjalavist eða skjalfesting á þessum pörtum, að þetta er bæði hægt að vera með þetta í raun og vera á pappír og eins líka rafrænt, og svona það var svona fjallað aðeins þetta hjá Eldvarnarbandalaginu núna, var ekki í gær. Já, að auðvitað fer allt þetta, þessi hlutir yfir í svona rafræn form, að svo umhverfisvænt að passa skóan okkar þannig að við sem ekki búið til mikið af pappírskýrslum. Þá er betra að drífa þetta bara með rafmagni, þannig að þessi skjalfesting og svona, hún fer í raun og veru held ég öll yfir á þetta rafræna form, bara leið og þessi hlutir eru tilbúin. Ég held að það sé ekki margir sem vilja fara tilbaka og fara að pikka á IBM-kúlurit við lefnlóttu sem leiðréttingaborða. Þannig að þetta er hlutur sem að við förum að sjá alfarið á í framtíðinni. Og eldvarnafulltrúinn er það sem að Ingibjörg minnst líka aðeins á, og hann þarf að svona aðeins að vita svona hvað hann er með í höndunum. Þetta er kannski ekki ósvipað eins og bara þessi öryggistrúnaður í stærri fyrirtækjum, og eins og Ingibjörg minnst á þá léttir þetta ekkert létt af eigandanum þeirra ábyrgð sem að aðrar greinar setja á hann. Og hérna stendur þeir að fá kennslu í brunavörnum og halda brunaæfingar. Þetta er svona kannski meira bara verið að segja mönnum að gera þessar æfingar, og þessar verklagsreglur eða umgengnisreglur sem við erum að tala hér. Þetta er það sem maður sér til dæmis mjög mikið í fyrirtækjum erlendis, og töluvert hérna líka. Það eru svona ákveðnar svona öryggisleiðbeiningar sem eru bara upp á veggi í fyrirtækjum, og þannig að þetta er hlutur sem er til orðið víða hér á landi, og mætti vera víðar. Og síðan bara þetta er náttúrulega bara pappír sem þarf að uppfæra, og hérna kemur síðan, þegar við erum með mjög breytilega áhættu, þá þarf að gera viðbótar
viðbótar ráðstafanir og það sem kemur síðan fram hérna aðeins á eftir sem kannski meira þetta, það eru ákvæðin heitu vinnuna. Og hérna bara talað allar þennan tæknibúnað sem þarf að skoða reglulega og hér getum við alveg séð fyrir okkur að þeir eru með mjög sérhæfða starfsemi sem er ekki hægt að í raun og ætlast til þess að slökkviliðið geti svona tæknilega séð hvernig í lagi, að þá væri ekkert að því að þeir fengju aðra aðila til þess að skoða þessa starfsemi og skila í raun og til sín skýrslu sem þeir myndu síðan má segja gera að sinni. Og það er víða í þessum reglum, bara eins og ég sagði áðan, viðurkennt að slökkviliðið og eldvarnaeftirlitsmennirnir þeir kunna ekki allt og það er ekki hægt að gera þá kröfu til þeirra að þeir kunni þetta. Eins og veist, það neðst svona ýmiss konar efnaiðnaður að þetta getur verið það sérhæft að það er ekkert margir á landir sem að kunna þetta. Hvað til dæmis væru margir eldvarnaeftirlitsmenn sem getur farið í metanolverksmiðjuna í Grindavík og horft vel yfir hann og séð að það væri einhvers staðar í prósessinu hjá þeim. Ég held að það sé örugglega ekki margir og við talaðum alla eldvarnaeftirlitsmenn og slökkviliðsmenn og verk- og tæknifræðinga á Íslandi að það væri ekkert margir sem myndir rétt hendi og segja ég kann þetta alveg. Allt þetta sérhæfða, þar hægt að fara hreinlega og fá sérúttektir á. Þetta síðan ein grein sem er eitt af því sem ég segja svona einn af stóru framförunum við þessari reglugerð. Fyrir utan að við fengum hann eina reglugerð í staðinn fyrir tvær. Við erum ekki með undirskrift Heilagra Jóhannu á nýju reglugerðinni, það er núverandi umhverfisráðherra sem gerir þetta. En hérna erum við komið með ákvæði þessa heitu vinnu. Til þess þakpappa eða vinnu sem til þess á þökum og alla þessa suðuvinnu og slíkt. Og hér í raun og veru sagt að þeir menn þurfi að sýna þessa aðgátt og menn þurfa að vera með slökkvibúnað og slíkt til þess að geta brugðist við, því að við erum búin að sjá svo marga bruna í þökum sem eru, sem að segja, algjör óþarfi. Og einn af þessum brunum var, við höfum séð bruna sem að stafa að því að þeir sem að bræða pappan fari í kaffi og slökkva ekki á gasbrennan, leggja hann bara á þakið ofan á pappan og fara svo í kaffi. Og annar bruni byrjaði, þannig var hægt að lesa þetta í að því við sjáum líklega sem lögregluskýrslum að það var einn sem var að bræða pappa og svo fór hann að reykja og kveikti í sígarettinu með gasbrennanum. Svo stóð hann bara á þakinu, var alltaf að taka hlífina framan af brennarann. Svo stóð hann bara á þakinu og svo gekk manneskja á hinu kyninu framhjá og hann gleymdi sér aðeins og þegar hann uppgötar þá er hann búinn að kveiki í þakinu þar sem hann stóð. Og það er alveg greinlegt að þessir aðilar hafa ekki lesið 16. grein reglugerðar nr. 7/2003. Þannig að þetta kemur fram í lögregluskýrslum og þetta er svona ákvæði sem er svona, eða umfjöllun sem er svona í sama klassa eins og þegar menn keyra á staur og allt í einu hljóp staurinn fyrir bílinn og þú kannst ekki hjá því að keyra á hann að staurinn kom allt í einu fram fyrir. En þetta er svona, en sem það er, við erum búin að gera, sem gerðum árið 2010 leiðbeiningar sem heita vinnu. Við erum búin að yfirfæra það svona og setja þetta svona í sama form eins og aðrar leiðbeiningar frá okkur. Þessi heitir 678 og
Og við höfum núna þessa dagana verið að lesa svona alveg síðustu svona atriðin í þeim og það er farið að bjóða upp á námskeið logavinnu og þess að heitu vinnuna. Þannig að þetta er sem sagt komið í raun og veru í gang og að því að svona eru svona tryggingamenn hérna þá segir maður alltaf við þá að þeir eigi að bara skikka með til þess að vera með svona námskeiðaréttindi en svo koma þessi löglærðu að segja að það sé svolítið erfitt að setja þessa kröfu á menn þannig að menn megi ekki fara upp á þak nema vera að koma að taka eitthvað svona námskeið þannig að þetta er ennþá í gulrótarflokknum að reyna að á mig bara til þess að passa sig en það að leysa í raun og veru þessi draga úr þessari hættu en hérna eru komnar þessar leiðbeiningar og námskeið og svona þetta þannig að það er aldrei svo vant ekki að segja að það vanti leiðbeiningarnar frá Mannréttindastofnun. Þær voru með sér komnar á undan þessu ákvæði og þetta er sett áfram bara þessa heitu vinnu að menn þurfa að vera með þessar varúðarráðstafanir sem þessi vinna sem þeir eru að gera kallar á. Eitt af því sem er líka í sambandi við þessa heitu vinnu að þetta kemur eiginlega inn á hérubil alla þessa iðnaðarmenn sem eru að vinna í byggingu. Þetta er ekki bara þeir sem eru að bræða pappa á þök. Þetta er náttúrulega, segjum bara pípara sem er að skera niður rör eða logsjóða og slíkt og að það kemur málar eða skafa málninga með einhverjum svona hitablásurum og slík og þá eru þeir í raun og veru þarna líka þannig að svona lungin af þessum iðnaðarmönnum okkur sem er að vinna í húsum er í raun og veru eitthvað að vinna í sambandi við heitu vinnuna og þannig að þessi námskeið sem það er boðið upp á því yfirleitt bæði vor og haust flest er að falla niður út af því menn það sækir enginn þetta en það er mjög stór hópur sem þyrfti að taka þessi námskeið. Svo er eitt ákvæði sem er hérna aðeins útlistað nánar og við höfum verið að gera langfæra leiðbeiningarnar okkur það er í sambandi við alla þessa gáma og svona sem eru verið að setja upp á byggingarstaði og það er mjög algengt sem undir byggingarúrgang og það er mjög algengt að það sé kveikt í þessum gámum eða kveiknar í þeim og þetta er við töldum einhvern tíma saman einhvers staðar í kringu 10% af útköllum sem slökkviliðin er að fá eru í kringu þessa gáma. Stundum eru gámarnir með síðan rörum upp á 3. og 4. hæð þar sem ruslinu er hent niður svo þegar kynnt þessum gámum þá getur þetta ekki trekt neitt annað heldur en upp á viðkomandi hæð og við höfum fengið marga slæmabruna út frá þessu og síðan er áfram ákvæði þegar menn eru með einhverja svona sérhæfða hluti sem er að geta valdið mikilli hættu og það er að tala til dæmis áburðinn og það er komnar sérstakar reglur hann og líka Evrópureglur og tilskipanir þannig að menn þurfa að tilkynna til slökkviliðsins. Hérna er nú mynd hérna sveitafélagi svolítið norðan við Vogana og þetta er raun bara tekið af hérna hvað heitir nú hérna já.is bara með keyrið þarna götuna þá leit þetta svona út. Við eigum til aðra mynd þar sem að þessi timburstafli er líklega svona 3 sinnum stærri og ef það myndi klippa í þessu hér þá verður til rannsóknir á því að mestu vandamál hjá slökkviliðinu það er svo mikil hitageislun að þess að þeir komast ekkert nærri. Þetta er Svíar prófuðu einu sinni hérna á eigin skinni. Það líka var stór stæða sem að fóru þarna og
og þá voru nokkrir tugir metra sem svona öryggisfjarlægðin var hjá þeim til þess að geta komið eitthvað í þetta, og þá sjáum við að svona hús eins og þetta á ekki mjög góða daga eftir svona bruna. Og þetta er víða sem við sjáum þetta, og ef þið keyrið alls það sem er fiskvinnsla, þá sjáum við plastkassa alveg hindi í stóru stöflum upp að húsum, og þá er ekkert verið að horfa eftir því að það sé bara upp við steinveiki, þetta er undir gluggum og alls staðar, og það var mörg slökkvilið lent í erfiðum brunum í þessum plastkassum. Þannig að svona hlutir í raun og veru er eitthvað sem slökkvilið á að skipta sér af, því þeir eru náttúrulega með líka þetta, eins og við kallum hringarásarákvæðið í lögunum brunavarnir á lóðum, og svo er náttúrulega sama með svona gastanka og alls kyns slíka hluti. Og ef við horfum á aftur þetta sem eldvarnaeftirlitsmaðurinn á að kunna, hann á í sjálfu sér að sjá það í hendi sér að þetta er ekki eitthvað sem er ekki nein hætta. Hann þarf ekkert endilega að kunna að reikna út hvað þetta þarf að vera langt frá húsinu. Hann getur bara gert kröfu að eigandi sé með þetta setja í lagi, og þá sé það hans að sýna fram á hvað þetta má vera nærri. Nú, þetta er svo kafli sem ég ætla að ruttast yfir, því að þetta var ekki sem að Ingibjörg fór í, og þetta eru í raun og veru glærurnar sem við notum þegar við ætlum að fara með byrjunin á þeim. Þegar við förum að kynna þetta fyrir slökkviliðunum svona formulega, og fara miklu meira onni svona þessa praktísku hluti, eins og til dæmis sambandi við leiðbeiningar sem eru svona komnar sæmilega á veg hvaða hús slökkviliðin eiga að skoða þessi listi yfir húsin, og þá er hann náttúrulega mjög breytilegur eftir stöðum. Það var í fréttunum núna bara í síðustu viku að það var verið að loka búðinni í Grímsey. Ef að þessi búð hefði brunnið og hefði lokað þeim ástæðum, ef það fara að kaupa mjólk í kaffi, þá þurfa að taka ferjuna til lands 2 í viku. Þannig að það að fara að kaupa mjólk í kaffið kostar 2-3 daga ferðalag, eða sem þá að fljúga. Þá myndi þessi mjólkurferðina vera komin í 50 skall. Þannig að þeir eru komnir á þá staði þar sem að við erum komin langt frá, eða í bæi sem eru tiltölulega langt í burtu frá þeim næsta. Þetta skeiði til dæmis bæði á Vopnafirði og Hofsósi og Þórshöfn og fleiri stöðum, að einu búðirnar sem voru þarna brunnu, og þá var oft 20 kílómetra sem menn þurfti að keyra í verslun, og þá þarf náttúrulega að skoða svona hús þótt þetta sé tiltölulega lítið. Þótt að einhver 10-11 búð hérna í Reykjavík brynni, þá held ég að við myndum geta fundið okkur í nágreininu einhver aðra búð til þess að kaupa mjólkina. Þannig að þessi listi sem við erum að setja upp er mjög breytilegur eftir aðstæðum í sveitarfélaginu, og þar náttúrulega kemur inn brunavarnaáætlunin, og þegar